Það var nú bara, ég var rétt að fara yfir framleiðsluna á Game of Thrones og hvernig svona verkefni koma til landsins. Við stundum mjög öflugt markaðsstarf til að selja Ísland fyrir bæði auglýsingar, kvikmyndir og sjónvarpsefni og þetta er típist dæmi verkefni sem kemur út frá svona sölumennsku. Við erum með kynningarefni, sendum aðeins kynningarefni, heimsækjum fyrirtækin úti og kynnum Ísland sem mögulegan tökustað og í þessu tilfelli var það nú þannig að stór hluti af Game of Thrones seríunni gerist það sem er snjór og ís og þess vegna fengum við þetta verkefni og kannski líka því að maður þekkir aðila sem vinna þarna og studdu þá hugmynd að koma með þetta hingað. Það er svona hálft ár í þessu tilfelli, oft er það mikið lengra. Þetta var frekar stutt meðganga. Það eru verkefni sem við erum með núna sem fara kannski í gangi í sumar sem eru búin að vera 3 ár í farvatninu en þau loka stundum ekki alveg strax vegna þess að það vantar aðalleikarinn hefur ekki haft tíma þegar sem sagt rétt árstíð hefur verið eða fjármögnun hefur ekki verið kláruð. Þannig að það er ýmislegt svoleiðis sem kemur til. Það eru ekki margir markaðsstjórar sem eru að vinna þessi verk. Það eru 3-4 fyrirtæki sem eru í þessu og þeir kunna sitt fag mjög vel yfirleitt, sýnist mér. Og hérna, það er heilmikil fagamennska í þessum bransa og þó nokkuð samkeppni líka þess vegna.